Hæ, Hello. welcome Skján. Welcome to the screen. We're gonna give it a few minutes. Give it a few minutes Yeah. to come on. Like always. Já, eins og allt. Bíða aðeins. Já. Fólk átti sig á því að við séum komin í útsendingu. Við gefum ykkur smá tíma. Okkar tími sem hér. Okkar kirkja sem hér. Gefum ykkur smá tíma. So we are going to give you a little time here, our church, to come on, to enjoy the moment with us, reading God's words. Remember, God loves you. Amen. Minni á allt, Guð elskar ykkur. This is not our time, this is God time. Yeah. Þetta ekki okkar stund, þetta Guðs stund. Já. Æ. Bíða aðeins. Gefa fleirum tíma aðeins að koma. Aðeins gefa tíma. Ásti mín. Allir sé ekki bara fallin að sofa? Nei. Nei. Ekki. Not rest of the world. There's a daytime Já. and the west side of the world. There's a nighttime and the east side of the world. Yeah. Like in Iceland is nighttime. Og eins og Íslandi þá kvöld. Í Kanada og Ameríku og þar dagur. Já. There's daytime. Like in Brazil, there is 3 hours. In Rio, there is just a 3-hour time difference between Iceland and Rio. Yeah. I love Rio. Brazil, Rio. The Jesus statue there, overwhelming the whole city. It's beautiful, beautiful area. Eins og í Brasilíu það 3 tíma munur og á Íslandi og í Brasilíu í Ríó og Jesússtyttan alls þar sem í Ríó þar sem alltaf styttu Jesú og öllum sjónarhornum yfirhylma allt þar upp á fjallinu. Já. Og virkilega fallegt að sjá og eins og í Brasilíu það eru allir katólíkar og kristið fólk. Mikil trú þar og eins og fólk í Brasilíu að ég búinn að ferðast út allan heiminn og ef maður vill sjá fallegt fólk í glæsilegu formi
það er ekkert land í heiminum sem maður horfir á fólk í alveg rosa formi. Allir íþróttamenn og eina fólki sem er ekki í formi það eru túristar og eitthvað ofsaríkt lið sem er að leyfa sér að njóta of mikið af kræsingum en það er bara rosalega lítið af fólki og allir stunda íþróttir. Þetta er alveg ótrúlega sjónarhjá og eins og karnevalar þetta er eitt mesta sjó sem að fólk getur séð. Þetta er bara mesta sjó í heiminum og þó þessar skrúðgöngur séu svolítið svona þetta er frjálst og fólk er frjálst þarna en þetta hefur allt sína meiningu og þetta er svona saga brasilísku þjóðarinnar þegar að hver skrúðganga er að ganga þarna í gegn. Þetta er ekki eins og fólk heldur og þó að fólk sé eitthvað léttklætt þarna og annað að það er að sína menningu og hvað þjóðin hefur gengið í gegnum og það er verið að fara í gegnum sögu Brasilíu og svo ferð á karneval þá ferð bækling og þá veistu hver einasti skóli sem kemur þarna inn með sína skrúðgöngu að þá er að segja frá sögu Brasilíu og þetta er þessi skrúðganga, hún tekur heila viku að ganga í gegn. Alveg byrjun kvölds til morguns. Þetta er svaðalegt að sjá og þetta er alveg glæsilegt og fólk í rosaformi og þetta er virkilega fallegt fyrir augað eins og Guð hefur skapað okkur glæsileg og falleg og virkilega gaman að njóta. In Brazil, the people there are in the best shape of people in the world. Like the carnival, people think this is something else because people are a little bit light dressed up, and what you get for every day, you get a catalog that you read about every school that goes through there with their show. It's their history. They do it in their way, and that's it's a beautiful show. People think this is, they can take it in every way they want, but God made us like this, beautiful. We're just beautiful creation of Him, and we enjoy that, to see His creation. Rio is, the carnival is
something I recommend that everybody would go and see for one time for their life. This is something special. You don't have to put things always into something sexually things. No, you can look it in a different way. So, see the beautiful creation that's, and how they do this in their way. There's nothing wrong with that. We are not judging. We are not judging how they do things. This life experience. This is our world. Og þetta er eitthvað sem ég væli með að allir fái að fari og skoði svona einu sinni lísti. Og fólk er þetta að reyna að dæma þetta á einhvern annan veg. En það er nú allt komið hér í einhverja mikið afbrigðilegra dót heldur en þetta karneval. Það eru geysjó út allan heim og hitt og þetta og það er verið að reyna að láta eitthvað fólk einhverja trönsur og hitt og þetta inn í skóla hér sem hefur ekki þetta fyrir börnin okkar að gera því þau eiga að þroskast og en þá ekki vera að mata eitthvað ofan í börnin okkar og það er rangt, gjörsamlega rangt. It's like a lot of these gay things, transsexual things, putting into schools that is wrong. We are not teaching 5, 6-year-old kids, 7-year-old kids something about sex. No, this is wrong. That makes this gonna confuse the brain of your children. So watch out what people are trying to do, what and this is called letting some crazy people rule the world and try to take normal people to think like the crazy people. This is why the Bible says, keep this away from me. There's a warning for this. That's why we love God, because He teaches us what is right and what is wrong, because we are doing a lot of wrong things, and what we do wrong, we don't teach our kids what we do wrong. What we do in our bedroom, we don't teach our kids. That's wrong. That's between me and my wife, and that's between your wife and your wife. And what you are doing in your bedroom, you don't go to your kids and try to teach them. That's wrong. Keep it simple, like we say, and what I did, I took it from like the 12 steps they teach you, keep it simple, stupid.
stuff like this. All the mental things, it's like, and the scripture here teaches, keep it simple, stupid. Because we are always stupid. And God is always our guy, always the person we look for instructions for keeping us in the right track and give us wisdom what is right and what is wrong. Og Guð gefur okkur alltaf hér í Biblíunni greind og visku til þess að greina á milli hvað er rétt og rangt. Og þannig virkar Biblían. Og það er allt hér, allt í þessu er hér. Orðskráðanum, ef þú ætlar að vera gáfaðari, finndu gáfaðari persónu á þessu sviði til þess að vera gáfaðari á þessu sviði. Þú getur kannski verið mun gáfaðari á öðru sviði en hann, en ef langar að vita hans hans svið, farðu þá leiðina sem hann er gáfaðari í en þú í því og þá verður þú gáfaður, en ekki vera umgangast og reyna að fá fræðslu frá heimsku fólki. Þá verðurðu heimskur. Og þetta kemur mjög skýrt fram í Orðskráðanum. Langar að vera heimskur? Vertu þá bara umgangast heimsfólk og þá verður bara heimskur. Norsk einfalt, þetta er bara lögmál og þið passið ykkur að þið getið hjálpa fólki sem leitar til ykkar til þess að fá fræðslu út af því það alltaf fólk greindi ykkar til þess að og þú hjálpar því út af því þú ert greindari en þú ert ekki að fara að leita eftir visku þeirra þar sem það hafi ekki neina visku. Og þannig er það og þannig lessum við alla og hjálpum öllum og byggjum fólk upp og þá lærið það og verður greindara og kemst á þann stað að vera á sama stað og þú og það er þú búinn að byggja það upp og gera það jafningi að einum og þetta getur þú gert þá á sama stað og þú og hann gæti hlupið fram á þér og verið gáfaðari en þú og það er bara yndislegt. Enginn maður er meir en annar maður. Við erum öll jöfn. Við erum að hjálpa hvoru öðru. Always remember, go to people that have more information in some fields that you are not so smart in, then you go in that field. You can be much smarter in other fields that you can teach him there, and the other guy is going to teach you in this field to be smart in this way. So watch out, don't try to get advices from stupid people, but you can help people that are having difficulty with things, that you help them to get smarter, and when you help them, then they can be smarter than you. And that's the beautiful thing about everything, because you turn on something in their brains that they go and
like the word, they go and they explore and read, and the God is teaching them, and then their brains goes like glowing, like woof. They get very smart, very smart. That's a beautiful thing about God. Now we see that a lot of people going on the channel, and like always here on Grace Church in Daily Prayer, we start this with my beautiful creature on this earth, in my mind, in my heart. What I love the most and my children is my beautiful, beautiful wife. Who's going to start this with a little prayer. Eins og ávallt, þá byrjum við þetta hérna á Grace Church Daily Prayer. Yndislega fallegasta kona hér á jörðu byrjaði þetta með litli bæn, því hún á minn allan huga og allt mitt hjarta og eins og börnin mín, og byrjaði þetta á litli bæn fyrir ykkur og hann er lotið. Já, við leggjum þessu stundi þínu hendi, Drottinn minn. Heilagarandi, ég bið þess að blessir hug okkar og hjarta okkar til þetta minn og blessir þeir sem eru heima að horfa og já, blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðina, við ætlum að lyfta up name of the grace, við ætlum að lyfta upp Óskari, Húberti, Valdísi, Ingvari og Kjartani. Yeah, we ask you to pray for them, ask God to bless them, ask Holy Spirit to help them, like you know, God answers our prayer, and the Holy Spirit is going to come and help them with what they are dealing with, because God only knows what they need, and He's gonna bless that. Og eins og við vita að nafnið sem nafnið hérna, að við biðjum ykkur að bíða fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga þeim kringumstæður og eiga við það sem þarf að eiga við, því Guð veit hvað þau þurfa og hann mun blessa þeim því hann svarar okkar bænum. Amen. Í Jesú nafni, amen, on this beautiful Monday. Amen. Amen. Og myndis að mánudegi. Amen. Og remember, we love you. Yeah. Og með á allt, við elskum ykkur hér á okkar kirkja hér á Grace Church Daily Prayer. And we are gonna keep on reading from Mark and the Gospel of Mark, and we're gonna read today. We are gonna read chapter 11 and chapter 12. I didn't find my God is always good, because God wants my wife to read. So I don't have my reading glasses, and God is good. And that's why my beautiful wife is gonna read these 2 chapters for you today. We'll go. Ég fann ekki lesklifum minn núna áðan og við séum það og þá mun mín fallega kona lesa fyrir ykkur 12. kafla hér í Markusar guðspjalli og svo munum við spila þetta í King James 1611 og við vitum að þið Íslendingar skiljið ensku og ég mæli eindregið með því að þið hlustið á orginal King James 1611 sem við spilum hér. Því það betur skrifað og
ekki búið að breyta neinu í texta og svo komum við svona seinna því sem við komum, því ég er ekki með reikningarnar sem eru eldri, ég kom með þeim að, ég er með aðra eldri reikningar en ég er ekki með þær í hljóðsnældu til að spila fyrir okkur. Þannig að, like always here on Daily Bread, we always play it for you. King James 16:11, better written, and nothing changed like they changed in the new Bibles. So you get this purest word we can find in the scriptures, and because we don't have, I have all the Bibles, but we cannot play them because we don't have anyone reading them in English. So that's how it is. I can go with the 1570 Bible, I can go and take the 1350 Bible, and you see a little bit different because they are a little bit different. But they are more pure, and that's how it is. I would love to have the original. That's what I study. I study those scriptures, but I cannot put them on here. That's a thing you can do for yourself. You just have to learn. You can do this. Þú veist, fara aftar í biblíur og fara aftur og þarna, þú getur farið í 1350 biblíu og það er elsta sem við komast í og það er 1350 biblían og hún er öðruvísi hans og hún er hreinni og þetta er Lúther-biblía, 1611 biblían Lúther-biblía, en hitt er ekki búið að eiga við neitt og það var leiðandi hreinni biblía og þessu eru skrif sem eru mun eldri, sem eru alveg hrein og ég myndi vilja hafa þau sem eru á undan því sem að katalógarnir gerðu. Biblíuritin 270 myndi vilja fá þau sem voru gerð árið 200. En það er það sem ég er að læra. I'm 100 to 200 and ég er að læra, like I'm learning from the original, from 100 to 200, and I've been learning that for a long time and trying to find as many written things from this, like I know I've written all the Dominic's books that's called Apocryph books here, and it stands in the Bible. If you go into it, it is a must read. They say that it's a must read. But in these institutions, like they make all these, they're teaching, they always tell you like you're not allowed to mention anything about this scriptures, but it is a must read, because when you read from the Luther, you go to Apocryph and read them, then you see the history behind everything. Like in
Judas Maccabeus, all these scriptures, you see the whole story. But they don't want you to know the whole story. So I recommend here in Grace Church, daily prayer, read those scriptures, and then you're gonna get a lot of information out about the history of the Bible. So it's a must read. And you learn a lot of things. It's like, how can somebody say to you that you are supposed to read something that some preacher is teaching you his thinking of what means here, when you can read this in the Dominic's books, the original Dominic's books what called. Here is the Apocryphal books. You can read them. How can this be that these are godly made scriptures and you are supposed to read something from some preacher who's teaching? This is, you gotta have an IQ over lower than 70 to listen to people like this. This is brainwashing. So I give you a little warning about this. Just read this and don't listen to people like you are reading this, then it's something about the devil. I go like, what is going on? I go like, oh no, this is not right. This is just people trying to control you because they don't want you to know things, because they want to control things. God loves you. God wants to teach you. He wants to have a private relationship with you. Minna á allt Afríkubækurnar, Dómarikubækur og Afríkubækur var upprunalega alltaf í Biblíunni, alltaf guðlega ritað, en Lúther fór að bjótið og sagði að það var eitthvað öðruvísi, en þetta ekki rétt af mér. Og fólk leggur hendina sína eins og yfir King James. Hér allur sannleikurinn, hér allur Guðs sannleikur, og inn í þeirri Biblíu hvað? Afríkufurinn. Hér allt Guð, og þetta sver fólk fyrir dómi. Þá er verið að segja, hér allt sannleikur, hér allt frá Guð. Og svo ætlar að fara að segja að hér ekki allt frá Guð. Nei, þetta ekki rétt. Við sjá alveg svo að það hafi bara visku og ekki vera að láta bull í ykkur. Fólk að reyna að fara að túlka eins og opinberlega rugl í ykkur. Og þeir bara skilja allt þetta í sambandi við drauma hér sem áttu sér stað með Jóhannes skýra og með Jóhannes póstula, og sem hann að fara hér í
og það tekið bara úr og fólk býr alls konar túlkanir og alls konar sögur. Alveg frá öllu. Það er smá aðvörun sem ég vil gefa ykkur að ekki vera að láta, eins og Jesús segir, ekki líta upp til mannanna og vera að láta margir falsspámenn munu koma hér í mínu nafni og reyna að túlka það sem ég segi hér og snúa út af því sem ég segi hér. Og það er það sem við verðum að passa okkur á. Og svo Guð hefur lagt á hjarta okkar hér í Greystones er að koma með þetta sem fólk á eitthvað erfitt með að ræða og það allir eru hræddir eitthvað að sé verið að krítisera sig og eitthvað svona og mér er bara eins og fyrir mér þá skiptir öllu máli að ég kom með rétt orð sem Guð hefur lagt mér á hjarta. Verndaðu orðið mitt, Siggi. Ég er ekkert pottitur maður en þetta ber mér að vernda og koma þessu áleiðis eins og það er, en ekki hvað mér finnst eða einhverjum öðrum manni finnst. Maðurinn skiptir ekki máli, það er Guð sem skiptir máli. Like this, the man is not the thing, but God is the thing that get the right information through the scriptures. That's why God put on my heart, protect the word, get the word to the people in the right way and not what they are trying to mislead you in some ways. A lot of false prophets. Don't look up to the man. No man is good. Like we know here in these super preachers, they have been flying in jets on your money, doing a lot of things like wrong things, a lot of wrong things, and telling that they are so holy, and blah blah blah, and preaching something, blah blah blah. I'm not holy. I'm not holy because Jesus says there is no good man. But he tells me, Siggi, I can't make you a better person. Like you. Jesus says, he can't make you a better person. But you're never gonna be holy because there is no good man. It's just him. And that's it. And that's why he loves you. And because he loves you, because you're always making mistakes. And he loves his children. And he you love your children. And you love when they go to you and they make mistakes. And you have to help them. And that's why you love your kids. And that makes everything beautiful. Now we are going to read the word, and this is a little wisdom from God. So remember these words and keep on going. No matter what people are saying about you, they're always
when you are doing something right, they're gonna try everything to destroy you. Because then you know you're doing the right thing. Then you're following God. Like God tells you, you are gonna be prosecuted because you are teaching the good news. And you're gonna get prosecuted for it, and people are gonna attack you for my name's sake. So, don't worry, put all these things to God and trust God, and don't let people control you. That's why we here, I get a lot of things here. There are people trying to say blah, 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 some things, but it doesn't affect me. You can say whatever you want, but it doesn't hurt my feelings because I don't hate anybody. I don't have any issues with nobody because God freed me from this. And when anger is trying to come into my mind, the first thing God does, He puts, forgive him. Boom. And I forgive. And then he's gone. He's gone. He's gone. He's not on my shoulders anymore. I forgive my enemies. I forgive everybody. And you can tell people, hey, I forgive you, but I don't need you in my life. My house is my house. I invite people into my house. I invite people into my life, and we choose what people we want to have in our lives. Svo munið ávallt alltaf þegar óvinnurinn hefur að renna ráðast á ykkur og eitthvað bla bla bla, það er alltaf verið að því að þá þetta réttir leið, þá þetta gera það sem Guð vill, út af því Jesús segir að þú munt verða ofsóttur fyrir það að vera að bera út orðið mitt. Og þú verður ofsóttur fyrir það. En ekki fara að dæma eða fara að draga þetta fólk og draga það niður í svaðið og haltu við mig og treystu á mig og þetta mun bara ske og haltu bara áfram og þegar kemur eitthvað og ætlar að vera ekki mynda einhverja reiðin í okkur og þá er það fyrsta sem kemur í huga með Guð og segja ég fyrirgefðu hann og lausa og munið þið veljið hvernig fáið nýhús ykkar og þið veljið hvernig þið viljið umgangast og þannig passið í heimili ykkar og vendið fjölskyldu ykkar og þið biðjið fyrir náungunum og biðjið fyrir óvinnum og þá kemur það ykkur Guðsverk að eiga við þau. Ég get ekkert gert en Guð getur gert. Við getum ekkert gert. Þú getur ekki gert en það sem þú getur gert er að biðja fyrir og þá er það í Guðsundum að breyta þeim einslega. Í Jesú nafni, amen á þessum yndislega mánuði með smá
orð frá Guði. Í Jesú nafni, amen. Og nú ætlar kona mín að byrja lesturinn í Markús Guðspjalli 11. kafla og njótið að hlusta og my wife is going to start reading from Mark and chapter 11. Enjoy this moment and we love you here. I love you. Enjoy. Þegar þeir nálgast Jerúsalem og koma til Betfage og Betaníu við Olíufjallið, sendir hann 2 lærisveina sína og segir við þá: farið í þorpið hér framundan ykkur. Leið og þið komið þangað munið þér finna folabundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna gjöruð þið þetta? Þá svarið, Herran, þarf hans við, hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu folan bundinn við dyr úti á strætinu og leystu hann. Nokkrir sem stóðu þar sögðu við þá: hvers vegna það að leysa folan? Þeir svöruðu eins og Jesús hafði sagt og þeir létu þá fara. Síðan færðu þeir Jesú folan og lögðu hann á klæði sín, en hann settist á bak. Og margir bryddu klæði sín á veginn, en aðrir lim sem þeir höfðu skorið á völlunum. Þeir sem á undan fóru og eftir fylgdu og hrópuðu Hósanna. Blessað sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessað sé hið komandi ríki föður vors Davíðs. Hósanna í hæstum hæðum. Hann fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn. Þar leit hann yfir allt, en þar sem komið var kvöld fór hann til Betaníu með þeim 12. Á leiðinni frá Betaníu morguninn eftir kenndi hann hungurs. Þá sá hann álengdar laufgað fíkjutré og fór að gá, hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því, fann hann ekkert nema blöð, enda var ekki fíknatíð. Hann sagði þá við tréð: enginn neyti framar ávextar af þér að eilífu. Þetta heyrðu lærisveinar hans. Þeir komu til Jerúsalem og hann gekk í helgidóminn og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa, og hratt borðum víxlarana og stólum dúfnasalanna. Og engum leyfði hann að bera neitt helgidóminn. Og hann kenndi þeim og sagði: er ekki ritað, hús mitt á að vera bænarhús fyrir alla þjóðir, en þér hafið gert það að ræningibæli. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir getu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum, því að allur lýðurinn hreyfst mjög af kenningu hans. Þegar leið að kvöldi fóru þeir út úr borginni. Árla morguns fóru þeir hjá fíkjutrénu og sáu að það var visnað frá rótum. Pétur minntist þess sem hafði gerst og segir við hann: Rabbi, sjáðu, fíkjutréð sem þú formæltir er visnað. Jesús svaraði þeim: trúið á Guð, sannlega segi ég yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo farið sem hann mælir, honum mun verða að því.
Fyrir því segi ég yður, hver sem þér biðjið í bæn yðar, þá trúið þér að þið hafið öðlast það og yður mun það veitast. Og þegar þér að biðja, þá fyrirgefið. Ef yður þykir nokkuð við einhvern, til þess að Faðir yðar á himnum fyrirgefi einnig yður misgjörðir yðar. Ef þér fyrirgefið ekki, mun Faðir yðar á himnum ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þeir komu aftur til Jerúsalem og þegar hann var á gangi í helgidómnum, koma til hans æðstu prestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir og segja við hann, með hvaða valdi gerur þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gerir þetta? Jesús sagði við þá, ég vil leggja eina spurningu fyrir yður, svariði henni og ég mun segja yður með hvaða valdi ég gjöri þetta. Við skírn Jóhannesar á himni eða frá mönnum, svarið mér. Þeir ráðguðust hver við annan þetta og sögðu, ef við svörum frá himni, spyr hann, hví trúið þér honum þá ekki? Eða ættu við að vera að svara frá mönnum? Það þorðu þeir ekki fyrir lýðnum því allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jesú, við vitum það ekki. Jesús sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég gjöri þetta. Já. Og hann tók að tala til þeirra Þegar þú sér betra að lýsa svona, ég er svo þreytt. Það var ef maður glasir. Ég er ekki með glasir. Ég er ekki með glasir. Já. Og hann tók að tala til þeirra í dæmisögum. Maður plantaði víngarð, hann hlóð garð sinn, hann hlóð garð hann og gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjana að fá hjá þeim hluta af ávexti í víngarðsins. En þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann lömdu þeir í höfuðið og svívirtu. En sendi hann annan og hann drápu þeir og marga fleiri. Ýmist börðu þeir og drápu. Einn átti hann eftir, elskaðan son. Hann sendi hann síðast til þeirra og sagði, þeir munu virða son minn, en vínyrkjar þessi sögðu sín á milli. Þetta er erfinginn, förum og drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir tóku hann á drápu og köstuðu honum út fyrir víngarðinn. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gjöra? Hann mun koma og tortryggja vínyrkjunum og fá öðrum víngarðinn. Hafið þér eigi lesið þessa ritningu? Sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn hyrningasteinn. Þetta er verk Drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þá sendu þeir til hans nokkra farisea og Heródesar sinna og skildu þeir veiða hann í orðum. Þeir koma og segja við hann, meistari, við vitum að þú ert sannorður og hirðir ekki álit neins, enda gerur þú þér enga mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki að gjalda?
En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá: Hví freistið þér mín? Fáið mér denar, látið mig sjá. Þeir fengu honum pening. Hann spyr: Hvers mynd og yfirskrift er þetta? Þeir svöruðu: Keisarans. En Jesús sagði við þá: Gjaldið keisaranum það sem keisarans er, og Guði það sem Guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Saddúkear komu til hans, en þeir neita því að upprisa sé til, og sögðu við hann: Meistari, Móse segir oss í ritningunum að deyi maður barnlaus en láti eftir sig konu, skuli bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður, sá fyrsti tók sér konu en dó barnlaus. Annar bróðirinn gekk að eiga hana og dó barnlaus. Eins hinn þriðji, og allir 7 urðu barnlausir. Síðast allra dó konan. Í upprisunni, þegar menn rísa upp, kona hvers þeirra verður hún þá. Allir 7 höfðu átt hana. Jesús svaraði þeim: Er það ekki þetta sem veldur því að þér villist? Þér þekkið ekki ritningar né mátt Guðs. Þegar menn rísa upp frá dauðum, kvænast þeir hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En þá dauðu að þeir rísa upp, hafið þér ekki lesið það í bók Móse, í sögunum þyrnirunnan? Guð segir við Móse: Ég er Guð Abrahams, Guðs Ísaks og Guðs Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra heldur lifanda. Þér villist stórlega. Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jesús svaraði þeim vel. Hann spurði: Hvert er æðst allra boðorða? Jesús svaraði: Æðst er þetta: Heyr Ísrael, Drottinn, Guð vor. Hann einn er Drottinn, og þú skalt elska Drottinn, Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Fræðimaðurinn sagði þá við hann: Rétt er það, meistari, satt sagðir þú, að einn er hann og enginn er annar en hann, og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilning og öllum mætti, og að elska náungan eins og sjálfan sig. Það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði vitulega og sagði við hann: Þú ert ekki fjarri Guðs ríki, og enginn þorði framar að spyrja hann. Þegar Jesús var að kenna í helgidómnum, sagði hann: Hvernig geta fræðimenn sagt að Kristus sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð að heilugum anda: Drottinn sagði við minn Drottinn: Set þig mér til hægri handar, þangað til ég geri óvini þína að fótskör þinni. Davíð kallar hann sjálfur Drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn miklu mannfjöldi hlýddi fúslega á hann. Í kenningunu sinni sagði hann: Varist fræðimennina sem fýsir að ganga siðskikkjum og láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir eta upp heimili ekkna og flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. Jesús settist gegn
fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekkja ein fátæk og lét þar 2 smápeninga eins eyris virði. Og hann kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá: Sannlega segi yður að þessi fátæki ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsknættum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína. Í Jesú nafni, amen. Amen, amen, amen. Afsakið hvað ég var þreytt, það er bara klukkurinn að vera 2 nótt, svona mikið að gera. Bötnin og svona. Wow. But this was beautiful, beautiful for my wife. Já, takk. Þreytt. Mjög, mjög fallegt hjá þér, ástin mín. Takk, ástin mín. Erum ekki allir sammála því? Allir sammála því. Auðvitað. Fallega kona mín skilaði þessu vel til ykkar. Everybody agree. This was beautiful words from her. She has a beautiful voice. I love her voice. Så ég elska rödd hennar. Vona að þið gerir svo líka. Rödd hennar náði til ykkar. Í Jesú nafni, svo Guð ætlast til að fagnaðarerindi sitt komist til ykkar. Amen. Now we are going to play this in King James 16:11, so enjoy this. Og núna ætlum við að spila þetta í King James 16:11 og yndislegt að hafa því hérna Raggi minn bakka maður og minn æskuvinur og ég elska þig Ragnar minn, ég elska þig og alltaf gaman Ef þið vilja sjá stóra mann og mikinn mann og kraftalega mann alveg þá það Ragnar á Eyrarbakka skipstjóri mikill og stór maður þegar maður stendur við hliðina á honum þá er maður eins og 5 ára strákur lítill er maður í höndum hans það er þannig maður við ólst þarna upp á Eyrarbakka og við áttum yndislega stundir þar við Ragnar og æskuvinur minn heljarminni mikill, alveg rosalegt heljarminni og rosa fiskinn sjómaður, skipstjóri like I was bothered with the guy here who's on here he's a giant of a man he's a captain, he's a real good fisherman and when I stand by his side, his arms here are so big, they are bigger than my head and when I stand by his side, I'm like a 5-year-old kid and he is natural born giant of a man and a very, very strong man. I was brought
brought up with him. We have our history and since we were kids. Beautiful, beautiful person and a real gentleman. Born strong like him, and he has a beautiful heart, and he never misuses his powers, and it's a beautiful family, and he loves his wife like nothing else, and his kids, and he's a gentleman, and he's a very good person. Ragnar má eiga það, hann yndislegur og elskar konu sína út af lífinu og gerir allt fyrir konu sína. Þetta Ragnar, æskuvinu minn með gull hjartað. Og það bara minnast ég minn hitt elskaði æskuvinur. Þú ert alveg yndislegur persónuleiki. Alltaf gaman að fá svona gullmola hér á skjáinn. Heljarmenni, rosalegt. Og fólk hætti taka hann sér til fyrirmyndar. En nú höldum við áfram og viljum að spila. Mark 11. And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, he sendeth forth 2 of his disciples, and saith unto them, Go your way into the village over against you, and as soon as ye be entered into it, ye shall find a coat tied, whereon never man sat. Loose him, and bring him. And if any man say unto you, Why do ye this? Say ye that the Lord hath need of him, and straightway he will send him hither. And they went their way, and found the coat tied by the door without in a place where 2 ways met, and they loose him. And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the coat? And they said unto them, even as Jesus had commanded, and they let them go. And they brought the coat to Jesus, and cast their garments on him, and he sat upon him. And many spread their garments in the way, and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way. And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna! Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple. And when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. And they come to Jerusalem. And Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves, and would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer, but ye have made it a den of thieves? And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him. For they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. And when even was come, he went out of the city. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.
And Peter, calling to remembrance, saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away. And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. And they come again to Jerusalem. And as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders, and say unto him, By what authority doest thou these things? And who gave thee this authority to do these things? And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, was it from heaven or of men? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven, he will say, Why then did ye not believe him? But if we shall say, Of men, they feared the people, for all men counted John, that he was a prophet indeed. And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things. Mark 12. And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the wine vat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. And at the season he sent to the husbandman a servant, that he might receive from the husbandman of the fruit of the vineyard. And they caught him, and beat him, and sent him away empty. And again he sent unto them another servant, and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled. And again he sent another, and him they killed, and many others, beating some and killing some. Having yet therefore one son, his well-beloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son. But those husbandmen said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance shall be ours. And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard. What shall therefore the Lord of the vineyard do? He will come, and destroy the husbandman, and will give the vineyard unto others. And have ye not read this scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. And they sought to lay hold on him, but feared the people, for they knew that he had spoken the parable against them. And they left him, and went their way. And they sent unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar, or not? Shall we give, or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? Bring me a penny, that I may see it. And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's. And Jesus, answering, said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Then come unto him the Sadducees, which say, There is no resurrection. And they asked him, saying, Master,
Moses wrote unto us, if a man's brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother. Now, there were 7 brethren, and the first took a wife, and dying left no seed. And the second took her, and died, neither left he any seed. And the third likewise. And the 7 had her, and left no seed. Last of all the woman died also. In the resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? For the 7 had her to wife. And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the Scriptures, neither the power of God? For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels which are in heaven. And as touching the dead that they rise, have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Ye therefore do greatly err. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question. And Jesus answered and said, while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the son of David? For David himself said by the Holy Ghost, The Lord said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. David therefore himself calleth him Lord. And whence is he then his son? And the common people heard him gladly. And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes, which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces, and the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts, which devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. These shall receive greater damnation. And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen on this beautiful, beautiful Monday. Ja. Amen. Och så yndislega mánudegi og svo Amen. yndislega kvöldi hér á Íslandi og þetta hafi verið ykkur til blessunar. May this be Ja. a blessing for you, like it's a blessing for us. And now we are going to the next chapter here in Geistjós Daily Prayer. And if you're listening and you haven't taken the step of taking God into your heart, I'm going to give you the opportunity to do that
now. Yeah. Because this is gonna be your best decision you make in your life. And nobody can take this away from you. The only person who can take this blessing that God wants you to have is just you. So don't Yeah. let some preacher say you did something wrong today, that you lost your salvation. And that is not true, because we are under grace, and Yes. this is why what Jesus Christ did on the cross, and so we will never lose our salvation. That's Amen. a false preaching. Og nú er það að skiptum gír hér og munið að núna að þið sem hafi ekki tekið það skref að ganga inn í Guðs ríkið, að ég vil gefa ykkur tækifæri til að gera það og taka frelsisbænina hér með okkur og það er besta ákvörðun sem þú tekur í lífiðinu og þú átt þetta fyrir þig með Guði og þú getur leitað Guðs og talað við Guð og fengið hann til að stíga inn í þær aðstæður sem þú ert að glíma við og hann hjálpar þér og þegar þú tekur þetta skref að þá kemur heilagur andi sem er hann, sem er faðirinn, sonurinn og heilagur andi, að þá búa þeir innra með þér og gefa þér styrk alltaf því það fer aldrei frá þér og þegar þú ert að eiga við þín vandamál að þá er hann þar að gefa þér 120% styrk alltaf í alveg sama hvaða kringumstæðum þú ert í og þetta er kraftur hans sem hann gefur þér því hann elskar þig og sá eins og sem að gera að sá pastor eða í einhverju kúltur, kirkju eða söfni eða kúltur, ekki kirkjan við og musteri hans er sem býr innan með okkur að sá sem ætlar að fara að segja við þig að einhver pastor að þú gerðir eitthvað rangt í dag að þá hefði þú mist frelsunin og þarft að fara að endurnýja hana að þetta er rangur, þetta er röng skilaboð og þetta er rugl því við búum undir náð og náðinni fylgir að það skiptir ekki máli hvað þú gerir, Guð dæmir þig ekki fyrir það og hann er búinn að fyrirgefa þér og hann segir haltu áfram að vera með mér og ég hjálpa þér og ég blessi þig og ég hjálpa þér með að blessa það ranga sem þú gerðir og hjálpa þér áfram og það gerir hann og hann elskar þig. Amen. 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 Hann svona elskar mig og elskar börnin sín. Því eigum við alltaf muna þetta
Eiginmenn, segið við konur ykkar að þið elskið hana og konur segið við mennina að þið elskið hann og segið við börnin ykkar að þið elskið þau, biðjið fyrir börnum ykkar og einnig elskið náungan eins og sjálf ykkar og biðjið einnig fyrir óvin ykkar. Því svo sannarlega þegar þið elska óvin ykkar, því Guð elskar öll börnin sín, því þetta er hans sköpun og þá blessar svo sannarlega Guð þig, því þá ert að fylgja regluverkinu sem hann er að biðja þig að gera. Það er að fara út með góðu fréttirnar og góðu fréttirnar eru eftir krossfestingu Jesú Krist, ekki á undan, heldur á eftir. Og þetta ruglar fólk saman að góðu fréttirnar er þegar hann tók syndir mannanna í burtu, hann fór og reis upp á 3. degi og hann er lifandi hér í dag og er hér til þess að styrkja þig og hann skildi hjálparan sinn. Sem sagt, Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi sem er að starfa hér og hann skildi hann hér eftir til þess að hjálpa þér og þú lifir undir náð hans og hann elskar þig svo mikið að hann fyrirgefur þér alltaf og hann tekur það fram á krossinum, skilmerkjaran, ég er búinn að taka syndir þínar á mig til að þú hafir fyrirgefningu mína alltaf sem fullvissu í hjarta þér. Amen. Og þar af leiðandi þarft þú ekki að vera á njánum að vera biðja alltaf fyrirgefningar út af því að þú sagðir eitthvað vitlaust í huga þér. Þá værum við bara, gætum við ekki eins og unnið út af því þá værum við bara alltaf á njánum. Og þetta vill ekki Guð, Guð vill að við höldum áfram og við höfum fullvissu fyrir því að hann er búinn að hreinsa okkur af syndinni. Og núna sé ég að bjóða þér að taka þetta skrif að þetta er að besta sem við gerum. Amen. Svo ég hvet þig til að taka þetta skrif og þú getur gert hvað sem með þetta skrif sem gerir hér. Það er engar hvatir á bak við þetta. Þú þarft ekki að sækja neitt söfnuð, þú þarft ekki að gera neitt nema að trúa á hann. Þetta fylgir engar hvatir nema bara trúa. Amen. Amen. Já, amen. Þetta er mjög einfalt. Amen. Já, þú þarft ekki að fara í söfnuð á þessum að þessum degi. Þú þarft bara að trúa á hvernig degi. Amen, amen. Amen. Já, amen. Svo rétt. Já. Það er ekki hvað er hér á bak við þetta. Nei. Þú þarft ekki að vera hér á fullu að gera það sem ég elska að gera, að bera út orð. Það er eitt sem skeður svolítið, sem Guð, þegar að þetta sker, þá breytir hann menn innanfrá og maður fer að elska að tala um Guð. Amen. Það er bara svoleiðis. Hann breytir manni Já. og því elska ég að tala um Guð.
like this. Nobody can take your salvation away from you, and you don't have to go to some place to every week to show some people that you are a religion person. No, you just have to believe in Him. And you can do what, there are no applications for doing this. The only thing you have to do is believe, and He's going to come into your life, and He's going to bless you. Remember, no obligations. You can do what God is going to give you this, and He's going to change everything for you. And He's going to give you a feeling here that no man can feel. And you're going to feel good. So there are no obligations. So just believe God is going to change you, and what that is between you and God. Not between me and you. It's between you and God. Amen. 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 Sem yndislega mánudegi. Amen on this wonderful Monday. So, have these words at me if you want to get the Holy Spirit into your heart. Because this is His promise. Svo hafið þessi orð eftir mér. Ef þú vilt fá heilagan anda inn í hjartaðir. Þetta er loforðið hans. Ef þú trúir því að Jesú Kristus hafi dáið fyrir syndirnar, hann er risa á þriðja degi og hann er lifandi í dag. Amen. So this is His promise. If you believe that He went on the cross, He died for your sin, and He rose on the third day, and He's alive today, you believe that, and He's going to save you. Amen. Amen, 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 amen. Amen. And I'm going to start this in Icelandic. So have these, svo hafið þessi orð eftir mér. Tilbúin? Everybody ready? Tilbúin. Okay. Nú byrja ég. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að við dáið á krossinu fyrir syndi mínar Ég trúi að þú hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Ég trúi að við rísu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig alla syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þó mig algjörlega með blóðu þínu. og þú að mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurniði anda minn og gerði með nýri sköpun í þér. og gerði með nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig, elska þig, samkvæmt orði þínu. samkvæmt orðið þínu, Þakka þér Jesús þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er nýsköpun, er ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur, endurfæddur að elska þér og elskar þér. í Jesú nafni. Amen. Amen. Svo velkomin í Guðsríkið og velkomin í kirkju hans og þú ert musteri hans því hann býr innan með þér. Þú fórst með þessa bæn og trúir
því að hann sé þar og þú finnur fyrir því. Amen. Í Guð opinberar þér það Já. innra með þér. Amen. Amen. Hann gerir það strax. Amen. Amen, amen. Amen. And now I'm gonna go with the salvation prayer in English. So everybody ready? So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you, God, to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In In Jesus' Jesus' name, name, amen. So welcome to the kingdom of God and welcome Amen. to the church. Yes, já. And the Holy Spirit is in your heart, and then your body is the temple of God. In Jesus' name, amen, amen on this beautiful Monday. Amen. And have a beautiful day, and may these words to you on Grace Church Daily Prayer a blessing to you. Með þessi orð hér í dag frá Grace Church Daily Prayer blessun til ykkar og eins og ávallt til okkar því þið eru okkar kirkja, þið eru okkar stuðningsfólk og við elskum ykkur og Amen. munið að vera góðið hvort annað Amen. og látið gott af ykkur leiða og elskið nága og með þessu orð ykkur blessun Amen. og þetta er frumútgáfan af Faðirvorinu sem við förum ávallt með hér. Þetta er frumútgáfan og ekki búið að eiga við eins og er í Faðirvorinu sem er lesin í dag því Guð freistar okkur ekki. He's not leading us into temptation. That stands in the new one. That is not in the old one. He holds us from temptation. Og eins og er í nýja Faðirvorinu að þar stendur leið mig í Eigi leið þú oss í fristni. Nei, byrju, stendur það í nýjaða? nei, Jú, já, eigi leið þú oss í freistni. já, það er í Já, nýjaða. hlusta á þetta. Eigi leið þú mig í freistni.
Er það að hlusta á svo? Við hérna kristi fólk hérna sem skilji byrna, eigi leitu oss í fristin. Sjáu hvernig þið er búið að eiga við faðirvorið ykkar. Og eigi leit eins og Guð sé að fara að leiða okkur í villu. Hann er ekki að fara að leiða því í villu. Guð er kærleikur. En hér er maðurinn að gera það sem má ekki gera. Og út af því verður maður að passa sig á orðinu hérna sem Lúther breytti og hann búið að breyta og eiga við og þetta hefur Guð lagt mér á hjarta að leiðrétta og frumútgáfunni stendur: Hald þú mér frá freistni. Það er upprunalega faðirvorið. Það er faðirvorið sem Guð kenndi þér, sem er Jesú Kristur. Því Guð gekk jörðina. Það er Jesú Kristur. Og einhver ætlar að fara að segja við þig að Jesú Kristur hafi verið maður, þá er hann ekki á Guðs augum. Sko það er Kristur er Guð. Og meiri segja, ef þú ferð inn á þar sem á að vera greind, sem eru AI, sem hefur ekkert með trú að gera, og þú spyr, hvað er Nýja testamentið að segja hver Jesú Kristur er? Þá segir strax AI, sem hefur enga trú, en það hefur grein til að skilgreina hvað er hvað, og þá kemur skilgreinilega fram að Jesú Kristur er Guð. Allar þessu kúlturmennirnir eru alltaf að afvegaleiða fólk til þess að hafa peninga og stjórna fólki og nota Jesú hér sem hann og ekki þarna, og eins og Gabriel Engill kom og sagði í byrjun samkvæmt Jesaja spámanni, því Jesaja spámaður segir að það muni koma og fæðast hér Immanuel. Og Immanuel þýðir Guð með oss, og Gabriel sagði við Jósef að nafnið á barninu frá Maríu átti að heita Immanuel, Guð er með oss. Svo þið fá smá biblíukennslu þá. Svona er það, en það er búið að eiga við. Og ég get ekki hoppað 2000 ári aftur í tíma og fengið eitthvað til þess að leiðrétta. En ég er bara að segja hvað stendur hér og er hér. Það er svona nefnilega. Og núna svo enda þetta, og ég geti talað, mér langar ofta að tala mikið. I always wanna speak a lot. I have to give you a break. Ég verður að gefa ykkur hvíld frá mér, öllum mínum þvætting hérna og mínum munni. Því ég elska að tala um Guð. Amen. Og langar að fræða og segja og segja. Því ég er fullur af visdómi hans og bara hans. Það er mér ástríða.
fallega kona mín. Mun enda þetta á faðirvorinu sem Kristur kenndi okkur upprunalega. Og þetta upprunalegt faðirvor. Amen. Amen. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldanutum. Haltu oss frá freisti, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Elsku ykkur Já. og Elskum ykkur. yndislegt að fá heilbyggingana, vinina hérna, gömlu. Elsku ykkur. Elsku ykkur. Elsku ykkur öll. We love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna í Íslandi og við sjáumst á morgun. We see you tomorrow and we will let you know when we are gonna come on. Sometimes love to do and so we sometimes late and sometimes early. And we're gonna see you tomorrow Yes. because God wants to speak to you. Amen. In Jesus' name, amen. 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 Bye-bye. Amen. Ah.